Komið sæl. Í dag ætlum við að kíkja á tímaútreikninga og hvernig við berum okkur að við þá. Við skulum líta aðeins á mælieiningar fyrst og byrjum á kerfi sem ættið að þekkja vel. Það er að segja tugakerfinu. Og þið sjáuð að þetta er frekar þægilegt kerfi, kannski vegna þess að þið eru vön að vinna í því og líka vegna þess að það er ákveðin regla sem er farið eftir þegar verið að byggja þetta kerfi upp. Ef við hins vegar lítum á tímakerfið sem við notum, þá er það frekar óreglulegt miðað við tugakerfið. Við sjáum að árið er 365 dagar eða 52 vikur, mánuðurinn á bilinu 28 til 31 dagur, einn dagur skiptist upp í 24 klukkustundir í 60 mínútur og sömulegis mínútur í 60 sekúndur og svo loks 1 sekúnda skiptist upp í sekúndubrot sem er þá 100 en ekki 60. Og það sem gerir þetta líka óþægilegt er að það er ekki hægt að slá tímaútreikninga inn í vasareikni og það kannski veldur ykkur mesta hugarangri. Þannig að niðurstaðan er að stundum þurfum við að nota bleiku baunina í höfðinu á okkur og það þurfum við að gera einmitt núna. Kíkjum á eitt dæmi. Við erum með tíman hérna 12:29:42. Þetta er sem sagt 12 sekúndur, 12 mínútur, 29 sekúndur og 0,42 það er sem sagt sekúndu brot. Og það sem við þurfum að gera núna er að bæta við 1 mínútu og 38 sekúndum og 75 sekúndum brotum og sama hvað þið reynið þá getið ekki slegið þetta beint inn í vasareikni. Það er að ég get ekki gert 12,29,42 pluss 138,75. Það bara fæst ekki rétt niðurstað út. Þannig að það sem við þurfum að gera er að nota aðeins heilan og kannski bæta þessum tíma við í svona litlum skömmtum. Við getum byrjað að bæta við 1 mínútu hérna. Þá erum við komið með tíman sem er 13 mínútur og 29 sekúndur og 42 sekúndur brot. Þannig ég er búinn að bæta við þessari mínútu. Síðan ætla ég að bæta við 38 sekúndum. Og þegar ég bæti við 38 sekúndum þá er ég komið með tíman 13 mínútur og 67 sekúndur af því að 29 pluss 38 eru 67 og 42 sekúndur brot. En við vitum öll að sekúndur að þær fara bara upp í 60. Þannig að hér er ég komin með meira en 1 mínútu. Þannig að 60 sekúndunar færast yfir á mínútuna. Þannig að nú er ég komin með 14 mínútur og notaði sem sagt 60 sekúndur í það og það var bara 7 eftir og svo 42 sekúndubrot. Og loks þarf ég síðan að bæta við sekúndubrotin sem voru 42. Nú þarf ég að bæta við 75 sekúndubrotin til viðbótar. Og ef ég gerir 42 pluss 75 þá er ég komin með tíman hérna 14 mínútur, 7 sekúndur og 117 sekúndubrot. 42 pluss 75. En sekúndubrotin þau fara upp í 100. Þannig að aftur þarf ég að færa eitthvað yfir á sekúndunar. Þannig að sekúndunar hækka 1 og þá er ég loksins farin að fá niðurstöðu í þetta. Ég er sem sagt komin tíman 14 mínútur, 8 sekúndur og 17 sekúndubrot. Þetta voru mínútunar, þetta voru sekúndunar og þetta voru sekúndubrotin. Þetta er sem sagt lokasvarið og þið sjáu að þetta er ekkert óyfirstíganlegt en auðvitað þarf maður aðeins að brjóta dæmið upp og gera þetta svona skref fyrir skref til að leysa það rétt. Nú við skulum kíkja á annað dæmi.
Og nú ætlum við að finna mun á 2 tímum sem eru gefnir upp. Hvað munar miklu á þessum 2 tímum? Nú, við getum byrjað á að líta á tíman sem ákveðið tímabil milli 2 punkta. Hér gæti ég verið með tíman 11:15:37. Þess 11 mínútur, 15 sekúndur og 37 sekúndur brot. Og hér væri þá tíminn 14 mínútur, 27 sekúndur og 98 sekúndur brot. Nú í þessu tilfelli er kannski ekkert endilega nauðsynlegt að gera það sem ég ætla að gera næst, en til þess að gera tölunar örlítið þægilegri, að því að ég er að leita eftir hvað langt er hérna á milli, hvað líður langur tími frá þessum punkti hér og að þessum punkti hérna, þá gæti ég hliðra þessu örlítið til. Þess að ég færi aftari strikið hérna upp 2 sekúndur brot og þá er ég komin með tíman 14 mínútur 28 sekúndur sléttar. En þá þarf ég líka að færa neðri tíman 2 sekúndur brot til hliðar og er þá með tíman 11 mínútur 15 sekúndur og 39 sekúndur brot. En bilið hérna á milli svörtu strikana eftir að ég hliðra þess aðeins til er að sjálfsögðu jafn langt og milli fyrri strikana. Nú kannski er þetta aðeins þægilegra, en við skulum reyna að leysa þetta með svipuðum hætti og við gerðum áðan. Ég get byrjað að skoða sekúndubrotin aftast og hugsa hvað þarf ég að bæta við mörgum sekúndubrotum hér til að komast upp í heila sekúndu. Og þá sé ég að ef ég bæti við 61 sekúndubroti, að þá er ég komin með tíman 11 mínútur og 16 sekúndur sléttar. Þannig að eiginlega er ég búin að færa mig, eða sem tíminn sem búin að líða, ég er komin hingað. Ef við viljum halda okkur við svona tímalínu. Nú er ég komin í 11, 16 slétt. Og ég held áfram. Hversu margar sekúndur þarf ég að bæta við, eða hversu mörgum sekúndum þarf ég að bæta við til að komast upp í 28 sekúndur. Og af hverju 28 sekúndur? Vegna þess að það eru 28 hér, þar sem ég vil enda. Þannig að ef ég bæti við 12 sekúndum, það er að segja 16 pluss 12 gera 28. Fyrst bætti ég við hérna 61 sekúndur broti. Nú ætlum ég að bæta við 12 sekúndum og þá er ég komin með tíman 11 mínútur og 28 sekúndur sléttar. Við getum haft það hérna niðri hjá okkur. 11 mínútur, 28 og 0 í sekúndubrotunum. Nú að lokum, ég er farin að nálgast endamarkið hjá mér. Það sem ég gerir núna í lokin er að skoða hvað þarf ég að bæta við mörgum mínútum til að fara úr 11 yfir í 14. Þannig að hér þarf ég að bæta við 3 heilum mínútum. Svona. Og ef ég gerir það, þá er ég komin með 14 mínútur, 28 sekúndubrot og það er einmitt markið sem ég ætla að nálgast. Og nú er ég búin að finna að tíminn sem líður frá upphaflega punktinum hérna yfir í lokapunktin hér, að það er sá tími sem er munur á þessum 2 tímum sem ég er að vinna með, og sá tími er einmitt 3 mínútur, 12 sekúndur og 61 sekúndubrot. Nú ef ég voru í einhverju vandræði með þetta, þá er kannski tilvalið að skoða myndbandi bara aftur, en þetta er eins og ég sagði áðan ekkert sem er óyfirstíganlegt. Það er kannski að æfa þetta eins og annað sem er nýtt fyrir manni. Þið hafa örugglega mismikið verið að vinna með svona tímaútreikninga, en nú er alltaf komið að því að vinna smá með þá. Þannig að þið skulle fá að spreyta ykkur á dæmum í heftinu sjálf. Takk.